Öldin hennar, 1974. Árið 1911 öðluðust konur rétt til að stunda nám við Guðfræðideild Háskóla Íslands. Samhliða því voru sett lög sem gerðu konum kleift að taka vígslu og setjast í embætti. Það liðu hins vegar mörg ár áður en fyrsta konan, séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir, var við til prestsembættis árið 1974. Prestastéttin auðvitað mjög gamalgróin embættismanna og valdastétt. Þetta voru miklir frumkvöðlar og óhætt að segja að þær hafi verið brimbrjótar, þessar fyrstu konur sem stigu inn í þetta karlaveldi sem kirkjan var. Og það var auðvitað heilmikið mótlæti sem þær mættu til að byrja með og ég held að sé óhætt að segja að þjóðin hafa alveg skipt í tvö horn með það hvort að hún var jákvæð gagnvart vígslu kvenna eða ekki. Það gefur auðvitað alveg auga leið að konur komu inn í stéttina með sína reynslu og sitt sjónarhorn og það breytti auðvitað hvernig var predikað í kirkjunni. Jesús í raun og veru leggur línurnar fyrir okkur vegna þess að hann var svo róttækur að hann hafði konur í sínum lærisveinahópi og hann talaði konur jafnt sem karla og hann sýndi konum virðingu og trúnað og það sá dýrmæti arfur sem að kvennaguðfræðin og íslenskir kvenprestar hafa í raun og veru lyft fram og tekið upp að benda á það hvað við eigum gríðarlega sterka arfleið í raun og veru í frumtextu Biblíunnar þar sem að Jesús var í raun og veru róttækur jafnréttissinni og tók upp hanskann fyrir konur og vildi að þær blómstruðu og að vegur þeirra væri sem hestur. Ég man eftir því þegar ég var ung stúlka að það birtist á forsíðu Veru mynd af konu sem var þá prestur og það sem gerði þessa mynd svo sérstaka var það að hún var í hempunni og það fór ekki á milli mála að presturinn var barnshafandi og ég man eftir því hvað mér þetta róttækt og hvað þetta gladdi mig og hvað þetta gekk í raun og veru í berhögg við allt sem okkur fannst hefðbundið og venjulegt. Þetta var alltaf því pönk. Það tók 101 ár að íslensk kona yrði biskup eftir að hún hafði rétt til þess að verða biskup. Séra Agnes var vígð 24. júní 2012 og það varu miklar vonir bundnar við þá vígslu hennar og það yndislegt að hugsa til þess að 2 mánuðum síðar þá var vígði hún séra Sólveigu Láru Guðmundsdóttur sem vígslubiskup þannig að í dag þá eru 2 konur biskupar af 3 biskupin í landinu. Á síðasta ári kom það í ljós að karlmenn fengu frekar störf innan kirkjunnar en konur og félag kvenvígðra presta hefur af þessu miklar áhyggjur. Það raddir heyrðust auðvitað að einhverjir prestar höfðu áhyggjur af því að laun presta myndu lækka ef að konur myndu verða stór hluti stéttarinnar og þetta náttúrulega umhugsunarefni fyrir okkur í öllu samfélaginu ef það tilfellið að ef að konur verða áberandi í einhverjum stéttum að laun þeirra stéttar muni lækka. Það náttúrulega grafalvarlegt umhugsunarefni fyrir okkur í okkar samtíma. Þar sem englarnir syngja, sefur í djúpinu væra, við hinn sem lifum